Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Komiði sæl og velkomin í klefan. Nú október mættur, eða bleikur október eins og margir kallan. Það vaknaði hugmynd að ræða við einhverjum flottar íþróttakonur sem hafa nú sigrast á krabbameini og við ætlum svona allan að taka einn þátt í dag. En meðan ég á þessum nótum þá vil ég endilega hvetja að næla þér í bleiku slaufuna sem tilangaður öllum þeim hetjum sem lifa með krabbameini en bleika slaufan tilanguð baráttunni gegn krabbameini hjá konum. En þegar ég fór að hugsa svona við hverja mig langaði kannski að tala þá var þetta svona lítill höfuðverkur hjá mér en hún Mist Edvardsdóttir komin velkomin. Takk fyrir. Herðu, fótboltakona. Ok, ég ætla að lesa hans Mist var lengi fótbolta, ólst upp í Aftureldingu, lék einnig með KR, Val, Avaldsnes í Noregi, Vitória í Brasilíu og endaði svo ferilinn í Val. Hún á 20 leiki í íslenska landsliðsbúningnum, segi ég 13 þeirra með A-landsliðinu og hefur skorað 1 mark. Mist greindist með krabbamein og við ætlum að ræða fótboltan og krabbamein í dag sem að hún svo heldur betur búin að sigrast á. Þannig að fótboltinn? Já, fótboltinn maður. Hvað, þú byrjaði bara auðvitað snemma bara? Já, ég byrjaði bara 4 ára held ég og þá var elsta systir mín að þjálfa. Ég held að það hefði verið 7. eða 7. flokkur og ég var náttúrulega bara 8. flokksaldri og fekk að bara sniglast með og bara, þú veist, þetta var bara ástuð fyrstu sín, Þetta svona eina, ég prófaði alls konar íþróttir þegar ég var yngri en örugglega ekki meir en eina æfingu því að það sem var í boði, ég hefði örugglega farið í handbolta líka. Já. Það hefði verið í boði fyrir stelpur og mínum aldrei í Aftureldingu á þessum tíma. Mætti að eina frjálsræktaæfingu og ég finnst örugglega ekki gaman að heyra þetta en mér fannst það hundleiðilegt. Og vantaði boltan. En já, það eðlilegt. Já, þannig að það var bara fótbolti. En svo spilaru, fyrsti meistaraflokksleikurinn, þú ert 16 ára. Já. Og spilar tímabili með Aftureldingu 2007-2008 en fer svo til KR 2009. Já, það var sem sagt bara stofnaður meistaraflokkur þarna fyrir Aftureldingu, í Aftureldingu fyrir þetta tímabil 2007 tímabilið og þá tökum við þátt í fyrstu deildinni og komumst upp og við tek annað sísón með þeim í efstu deild og já, svo var þetta bara ég hafði náttúrulega mikinn metnað og þú veist, Afturelding var ennþá kannski á þeim stað að svona vera vetratíminn var svolítið öðruvís en sumatíminn, þá komu allir útlendingarnir og svona og það var voru góðar æfingar og mikið já, bara krefjandi umhverfi og allt það en síðan veturinn, þá fór allir útlendingarnir heim og þá var þetta svolítið, þú veist, þú varst að æfa bara með ungum leikmönnum og mér fannst svolítið svona vanta bara næsta challenge fer það í KR, tek 2 ár þar og síðan í Val haustið 2010. Já. Varstu bara strax efnileg? Guð, það sé ekki sól á mér en alltaf leið. Vissirðu strax að þú varst góð? Þegar ég var lítil, já, ég fann alveg að, þú veist, þetta átti vel við mig og mér gekk vel. Svo bara kannski svona á úlingsaldrinum þá ég var mjög sinnþroska og ég fann alveg svona hvað ég einhvern veginn satt eftir hvað líkamlegan þroska varðar en ég held samt á einhverju leiti hafi það gert mér bara gott af því að þú veist þá þegar þú hefur ekki einhvern veginn hæðina en ég þyngdina og ert alltaf inni bara eitthvað 15 kílóum léttari en gælurnar sem þú ert að mæta á miðunni og eitthvað þá þarftu að finna aðra leiðir þú veist til að til að geta eitthvað. En ég held að það hefði bara gert mig gott og svo, þú veist, þegar ég komin á annarflokksaldur og þá tek ég út þroska svona 17, 18, 19 ára og fór að stekka og þá aftur svona fann ég að, þú veist, já, ég geti náð langt. Ok, ég verði samt aðeins að staldra við þetta því það alveg fyndið og segir þetta og því ég búin að vera að lesa einhverja greinar sem sagt út af því að fólk að tala að það alltaf veðjað á þau sem eru svona þroskast fyrr og þess aftar. Og hinn einmitt, þú veist, bara svona sitja eftir en þetta nefnilega akkurat hvað ég sá í Svíþjóð þá var eins og flestir í meistaraflokkunum í efstu deild í Svíþjóð eitthvað væri raun og veru fættu seinna árinu og ástæðan væri svo að þau náðu ekki að bara mösla sig í gegnum þetta heldur þurftu þau að öðlast aðra færni
ég er alveg þú veist, ég er alveg þessara skoðunar að þetta sé ekkert alls slæmt sko Nei. að þú veist, ef að þú hefur þannig að ég held að þetta sé líka helgisöldi að því bara hversu mikið áhuga hefuru að þetta er alveg kannski pínu erfitt tímabil þegar þú dregst einhvern veginn aftur úr og þú veist, þarft svolítið að berjast fyrir þínu en þú veist, ef þú hefur áhugan og hefur metnaðin og þú veist, hugafarið þá hangir alveg í þessu og svo allt í hennu kemur bústið sko þegar allt þetta líkamlega kemur inn líka. Já, þegar þetta jafnast út þá það sem gerist meiri segja er að þeir sem eru líkamlega undan þau oft fatta þá bara þau eru að staðna og því þau hafa ekki sömu færni og hinir og eru þá að missa lestinni. Ég man alveg eftir þessu að hafa, þú veist, upplifað svona bara þær sem að voru einhvern veginn svona stærstar og sterkastar komist svo mikið áfram á því og það var einhvern veginn varð svo komum að segja, svona þeirra advantage þar, þú veist, nýttu sér en þú veist, svo dugir það bara ákveðið lengi sko þegar aðrir náðir hvað þetta varðar að þá ertu kannski ekki búin að þróa með þér þú veist, hina færnina sem að þú þarft að hafa, bara tæknilega getu og þú veist, og líka bara þú veist, skilning á leiknum og svona. Ok, þannig að við erum með tvenn skilaboður þær sem eru að hlusta að þær sem eru ekki búin að ná þroskanum að vera þolinmæðar hinar sem eru búin að ná þroskanum að vera duglegar að æfa færnina að þú veist, ekki sofa verðinum ekki gleyma þessu öllu hinnu. Ok, það var svona smá út hjá okkur en mjög gott. En þarna spilaru allavega þinn fyrsta U19 leik sé ég en þú fær líka með á Algarve 2010. Já, fyrstu alhansliðsferðina mína. Já, það Það er eftirminnileg ferð. Það er mjög eftirminnileg ferð. Þetta var Algarve var alltaf það hafði verið í mörg ár þarna þá voru leikmenn í svona litlum húsum. Þú veist, hótelsæði var þannig að þetta var fullt af svona litlum húsum og það voru svona 4 og 4 saman í húsi. 2 herbyggi. Það var ógeðslega skemmtilegt sko. Maður bara komað inn og verið í húsi með einhverjum eldri gælum á landsliðinu og bara ógeðslega gaman að kynnast þeim og bara brjálu stemning og vígsla. Já, ég var með Elínborgu Ingvars í herbyggi og Katrín Ómars og Ernu Björk í húsi. Það var bara sjúklega skemmtilegt, ógeðslega skemmtilega stelpur og geði hver sko. Já, og þarna ertu hvað 19 ára? Já, 20 á árinu. Já. Ok, 2011 ferðu í Val. Haustið 2010. Já, haustið 2010, já, og spilar greinilega. Já, fyrsti deildarleikur einmitt, já. Og einmitt, og hvað Gunnar var að þjálfa þig? Já, og Gunni Borgþórs, hann hafði þjálfað mig þegar ég var í 4. og 3. flokki afturleikur. Og þegar hann á, þú veist, ég held að allir leikmenn eigi svona einhverja þjálfara sem að þið finnst svona eiga svolítið mikið í þér og oft held ég að það séu líka þjálfarnir sem að þjálfuðu þegar þú ert, þú veist, ungur og ert á svona mótunar árum og bara, mér finnst Gunni eiga alveg mjög mikið í mér og hann kemur líka bara inn, þú veist, afturhending hafði ekkert verið neitt sérstakt þú veist, við höfum aldrei verið með neitt sérstakt lið allan minn yngri flokka feril og eiginlega svona þannig til að Gunni kemur og tekur þetta bara frábæð þjálfari og þú veist, laði líf og sáli sko, 4. flokk afturöldingar þarna og bara allt í hennu fórum við að geta eitthvað og þú veist, já og hann síðan þegar hann tekur við Val þarna eftir að þetta sem sagt Beta hefði verið með liðið lengi þarna og Freyr síðan og svo kemur Gunni og tekur við þessu og hann fær mig sem sagt yfir og já, það er bara eitt mest að heilla skrifa á mínum fótboltaferli, sko. Já, en mér langar að spyrja út af því, hvernig þú talaðir hann, hvað var það sem að svona, hvað var það við hann? Hann kemur hann inn? Bara metnaðurinn sem hann lagði í þetta var einhvern veginn svona, þetta var svolítið nýtt. Þú veist, ég hafði ekki endilega... Fyrir stelpur þá, þú veist? Já, þú veist, ég kannski veit það ekki, ég veit ekki hvernig það er að vera hinum einn, sko, hvernig strákarnir upplifðu þetta. En þú veist, já, mér fannst þetta alveg nýtt, einhvern veginn, hann, bara svona litli hlutir eins og, þú veist, hann vildi að liðið væri bara í æfingafatnaði, við værum bara allar eins og það var ekkert eitthvað, þú veist, það er ekkert endilega, ég veit kannski öðruvísi núna í yngri flokkunum, þú veist, það er allir í, bara, þú veist, æfingafötum, sínsliðs og, en þú veist, þegar ég var yngri þá varstu bara, ég var bara alltaf einhverju United treyju æfingu, skilur og maður bara mætti í einhverju og voru allir, þú veist, í bara sínum fötum en
bara þetta var svona lítið dæmi bara liðið sem að hann vildi búa til þú veist, og hann fór bara á samdi við, þú veist, einhvern félaga sinn hjá umbróðum að, þú veist, bara kaupa bara, full kit á alla leikmenn, skilur bara vindjakka og buxur og þú veist, og við áttum bara að æfa í þessu, við áttum bara að vera alltaf eins og bara svona svona meistaraflokks hugafar takk þetta svona aðeins að næsta level sem hann kom bara með inn í yngri flokkana og hann var að vinna með, þú veist, einstaklings þjálfun líka, þú veist, markmiðasetningu einstaklinga og var bara, þú veist, hann kom með heimanám fyrir okkur og bara, þú veist, bara svona þjálfari sem var bara all in og tók þetta bara svona alla leið, þannig að gott sjátt á Gunnar Borgþórs en og ég nefnilega fór að fletta upp sko, því að við byrjum að vinna saman hana 2011 og ég var eitthvað aðeins að kíkja á skilabóðinu eitthvað og þá sé ég sko svona rauðu línuna hvað hann að fylgjast vel með því að þú segir eitthvað svona já, heyrðu, ég var að ræða Gunnar, hann vill bæta við auka svona æfingu og þetta og þú veist og þú veist, þannig að hann var alveg bara gett spot on og ég var svona að hugsa bara því ég var flett í gegnum þetta, ég alveg bara, vá, ég mjög impressed, ég menn hann pottet með einhverju 20 manna hóp já, hann var alveg mjög svona einstaklingsmiðar líka og vissi, þú veist, Óli bara þekkti mig frá því gamla dag þegar hann fær með nefnir til Vals og vissi alveg, þú veist, hvað ég þurfti að gera til þess að vera í mínu besta standi og það var bara, ég var alveg sammála því, ég bara hafði mjög gott að því að vera á hlaupaæfingum bara og reyna að viðhalda góðum hlaupastíl að því að, ég var aldrei fljótasti leikmaðurinn en Þú veist, seinast að Já, einmitt, nákvæmlega bróður minn orðaði þetta einhvern tímann þannig að bara hann kom að horfa á einhvern leik í, á undirbúningstímabili þegar ég var búin að vera ef ég þér í svona 2-3 mánuði eða eitthvað hann sagði við mig bara, vá, það svona einhverju að tekið tjaldtæla upp úr skónuðinu sko. alveg, mann sagði þetta Já, og en Gunni var einmitt alltaf bara mjög harður á þessu, ég væri að æfa eða væri í hlaupaþjálfun og hann meiri segja að hann reyndi að fá mig þegar ég kom heim frá Nóri þá var hann að þjálfa á Selfossi þá reyndi hann að fá mig yfir í Selfoss og það var eitt af því sem hann setti í pakkan sko, til að selja mér þetta var bara svo verður á æfingum hjá Silju Úlfars, við erum bara búin að læna því upp, það er bara partur af samningnum við tökum frá fjármagn í það Nákvæmlega en þetta var óslega skemmtilega tími því ég var eitthvað svona að reyna að rifja upp þarna var sko, við vorum hann aðeins fyrst í sporthúsuna hlaup og svo vorum við komin inn í Kaplakrika fljótlega eftir það en þetta var, þú veist, Telma Björk Dagný Brynjas var að mæta Margrét Lára, Elísa, Rakel Hönnu og einhverja fleiri sko og þarna voru þið ekkert orðnar eitthvað bestar sko. Nei, þú veist, bara það voru bara allt eða flestar metnaðar fullir ungi leikmenn sem að vildu hámarka sig í sinni íþrótt sko. Já, og þið voru heldur ekkert ef við mann rétt ekkert allar í sama liði því að við vorum, ég var bara með hlaupatíma og þeir bara komið og þú veist, það var alveg ógeðslega gaman hjá okkur sko. Já, sjúklega, ég held að sé svona fyrstu kynni mína Margrét Láru eru þarna sko, hún var bara að spila úti á þessum tíma þannig að ég kynnist henni þarna Já, og já, ég sé þú átti eitt leik með U23 ára og en hvað, svo varstu hjá Val, það gekk vel Já, gekk vel til að byrja með, við unnum bara strax á fyrsta tímabilinu unnum við bikartitil við unnum bikarmeistarar 2011 og þú veist, við vorum alveg í rétt uppum Íslandsmeistaratitlinum 2011 og síðan fer svona byrjar svona pínu tímabil hjá Val bara svolítið langt svona bras tímabil ef svo má orðið komast, þú veist, það var bara kemur bara engin titill í hús Íslands nýbikar bara frá 2011 til eða 2012 til síðan 2019 þá vinnum við Íslandsmeistaratitilin aftur sko, þannig að þetta var alveg fullt af þjálfurum sem að ég fyrir gegnum á þessum tíma á þessum árum þannig að en þeim mun skemmtilega síðan að vinna titilin aftur sko, eftir að fara með liðinu í gegnum svona dal En sko 2012 þá færðu þið til Noregs Já Hvernig segir þetta? Avaldsnes Ég man nefnilega, þú veist, þetta var draumur hjá þér og fóstu eitthvað træja hjá einhverju fleiri liðum eða? Ekki á þessum tíma, ég fór bara á heimsóttar haustið, það hafði annað lið í Noregi Arna Björnar heiti það haft samband sumarið
En ég fer á heimsækja þarna haustið, þarna Hólmfríður Magnúsdóttir þarna og Þórunn Jónsdóttir hjá Avaldsnes á þessum tíma og Kristín hefði verið þarna árið sem ég kem í heimsóknina og svo bara joinaði þeir þarna í janúar og bara, já. Ég man við vorum að æfa fyrir það, þú ætlaði sko að vera spot on. Já, heldur betur. Já, en hvað, og hvernig fannst þér að vera að núti? Var þetta allt dans og rósum? Mér fannst ógeðslega gaman að vera að núti og þetta var bara, og ég, þú veist, ég held ég myndi aldrei farað heiman sko, ógeðslega heimakær og yngsta barn og algjör mömmustelpa og pappastelpa og bara vildi bara vera vildi bara alltaf vera heima en og hafði lengi, þú veist, að því að nú býðst ungu knattspyrnufólki að fara í háskóla til Bandaríkjanna og það er bara íþróttafólki þú fórst og ég var alltaf einhvern veginn, það var allir að hvetja mig til þess að fara og mér fannst ég bara ekki, þú veist, mér bara innst inni langaði mig það bara ekki. Ég var samt alltaf svo hrædd að, þú veist, sjá eftir því, sko, að nýta ekki tækifærið og en það var alltaf bara, ég var alltaf með hnút í maganum bara, hverju voru bara, og þú veist, ég þarf að fara að taka þessu ákvörðun og þú veist, fresta þessu, ég fór alveg, þú veist, heimsótti 2 skóla og og örugglega, þú veist, í 3 ár var ég alltaf bara, nei, ég ger þetta næsta ári og fresta þessu og ég ger þetta næsta ári en svo þegar ég fer út og ég endaði semst aldrei að fara í háskólan sko, og fór bara í háskólan heima og bara var alltaf jafn fegin svona hverju ári sem ég var bara ok, slapp ég ekki að fara bara, en jú, síðan þegar þetta kemur upp að fara til Noregs að þá einhvern veginn, þannig er náttúrulega líka orðin 23 ára og bara finnst ég 22 bara finnst ég bara svona ok, ég verða að kýla á þetta og fannst það bara geðveikt sko, ógeðslega gaman og þá var ég loksins tilbúin til að fljúga úr hreiðrinu. Já, en ég meina, þú veist, árið seinna fórstu í ansi langt sko úr hreiðrinu, þú fórstu í Brasilíu. Já, einmitt, það var þessi tímið þarna í Noregi var alveg bara dásamlegur og ógeðslega skemmtilegt og þú veist, þó svo að fótboltinn hafi verið svona kannski upp og niður og endar á því að mér býðst að fara til Brasilíu í eitthvað svona, þetta var eiginlega bara algjör skyndi ákvörðun og eitthvað svona menningar sjokk sem ég varð fyrir að koma þarna. Þetta var svona, ég man bara eftir því svona það helsta sem að kom mér á óvart þarna var þegar ég áttaði mig á því að við vorum í pínlítli íbúð 5 saman stelpur úr liðinu. Þú veist bara skilur við 3 90 cm rúm saman inn í einu litlu herbyggi þú veist og svo 2 inn í öðru herbyggi og þegar ég komst að því þegar stelpunar, það er svo náttúrulega talaði engin ensku þarna sko. Þegar ég komst að því að stelpunar þegar þær voru að útskýra fyrir mér með látbræði að það mætti ekki henda klósettpapírnum í klóstið sko. Þá man ég var bara ok, mig langar heim. Þetta er eitthvað sem ég bjóst ekki við. Og hvað var það bara sett í rusl? Já, bara svona ruslafata við hliðina og þá líka bara svona áttaði mig svona já, ok, það útskýrir lyktina henni. Oh my god. Já, það getur ímdaðir, þetta er En hvernig var samt, þú veist, bara svona að spila út í Brasilíu? Já, það var mjög, það var mjög skemmtilegt. Þetta var bara svona sjúklega villtur fótbolti og bara, þú veist, allar ógeðslega teknískar og, þú veist, höfðu svo gaman að lífinu, sko. Þú veist, það skipti þær engu máli þó svo að þurft að bíða í, skilur 5 tíma eftir æfingu að rútan kemur að sækja þær voru bara með tónlist og dansandi meðan ég var bara eins og eitthvað þrumuski bara, hvað er þú veist hvað er þessi helvitis rúta bara, já, vunni einhverjum vestrænum luxus og eitthvað já, en það er bara einhvern veginn svona ógeðslega, svona skein í gegnum fótboltanum líka einhvern veginn, hvað þetta var bara þær voru bara til að hafa gaman og bara svona, já, ég upplýði þetta sem bara ógeðslega óstruktúran fótbolta bara allir til í að þú veist bara taka boltan og halda aðeins á loftið að það myndi byrja að rekja hann á stað og senda á félagann og þú veist en ógeðslega skemmtilegt og gaman að prófa bara eitthvað svona alveg nýjan fótboltaheim og menningarheim. Já, eitthvað allt annað. Eitthvað allt annað. En þetta sumar þá fóruð þið á EM kvenna? Já, 2013 ég fer ekki með þarna, ég dett út úr bara, ég var í síðasta hópnum. Já, einmitt. Kalliðin, þetta voru... Ég myndi ekki eftir að þú hafi farið út einmitt. Nei, sko. Þetta voru mikil vonbrigði, sko. Já, mann nefnilega eftir því. Já,
þá fæ ég íþróttafólki til mín nefnilega. Já, einmitt, nákvæmlega. Allir við sko að sigra heiminn fyrir Já, næsta tímabil. akkurat. Einmitt. Já, ok. Já, En svo kemur stóra árið okkar. Það ég segi okkar. já, einmitt, nákvæmlega. Þú ert komin aftur í Val Mhm. og þú vildir ekki vera áfram í Brasilíu eða? Nei, ég vil ekki vera áfram í Brasilíu. Það hafði aðeins súrnað þarna undir lokin sambandið milli mín og félagsins í Noregi. Já. Og ég var ekki að fara að vera áfram þar og ég kem heim þarna eftir Brasilíu ævintýrið undir lok árs 2013 og bara stefnan var alltaf að fara út aftur og ég fer og heimsækja annað liði í Noregi þarna í byrjun árs 2014 og ég fór líka til Liverpool Einmitt. og æfði aðeins með þeim, spilaði einn eitthvað leik og eitthvað og síðan bara já, á þessum tíma þá sem sagt Freyr búin að taka við landsliðinu Já. og það var svona mér fannst ég svona þá fyrst vera að fá kannski svona, ég hefði verið sem þarna í landsliðinu þú veist, svolítið inn og út þessi ár 2010 til 2013 aldrei fengið samt svona alvöru sjansinn að mér fannst Já. þú veist, þá er ég að meina þú veist, ekki bara æfingaleikina Nei. þú veist, algarfileikina og svona aldrei, þú veist, fengið kannski að byrja mótsleik eða neitt svoleiðis og var svona já, bara var í samkeppni líka við þú veist, hörku leikmennana og síðan 2014 ég held þá hafi Kata Jóns verið að hætta fyrir Já. og þú veist, þá var opnast staða í vörninni og svona og manna Freyr, hann hafiði gefið mér svona, þú veist, mér fannst ég vera svona fá fyrsta alvöru sjansi minn þarna. Já. Þú veist, að fá að byrja einhverja mótisleiki og reyna að sína mig og og vinna mér inn fast sæti í liðinu og þarna eiginlega síðan bara svolítið breytist svolítið kursinn þegar, já, ég hafði sem sagt verið þetta er svona pínu löng saga að rekja svona þetta greiningaferli og tengist líka bara svolítið ég er sem sagt að koma heim þarna áramótin 2013-14 ég er ekki komin inn í heilbrigðiskerfið aftur bara að teku tíma þú veist, þegar maður er að flytja heim frá útlöndum og ég er farin í febrúar að finna eitthvað svona það er eitthvað skrítið í gangi hjá mér og það er eiginlega svona fyrsta sem ég áttaði mig á var ég er bara að busta tennurnar eitthvað kvöldið og svona lyfti hendin upp og það svona poppar út eitthvað svona já, bara eittlandir á hálsinum á mér og ég hugsa bara, wow, skrítið þannig að ég er bara með kúlur bara á hálsinum og ég segi bara, ok, ég hafði verið með hálsbólgu eða eitthvað, þetta er örugglega bara eitthvað svona ég man alveg, ég tek mynda þessu og þú veist, sendi eitthvað snapp á vinkunum mínar bara eitthvað svona, þetta er nú skrítið og síðan erum við bara á, þú veist, undirbúningstímabilinu með Val og þetta er á einhverju æfingu í Egilshöllinni, í lokaæfingar, þá erum við í súgusettsbrettum og ég hafði verið bara að æfa ógeðslega mikið þarna mánuðina fyrir, bara var alltaf, þú veist, á mótnana bara hún í Reebok Fitness eitthvað að taka einhverju hlaupæfingar og hlaupabretti eitthvað svona útaldsáfingar og eitthvað, en ég átti að vera bara í góðu formi, sko var bara með ógeðslega, bara með hugan settan á það að koma mér bara að vinna mér fastsæti í landsliðinu og þá bara fullt af verkefnum hann vorið og ætlaði bara að vera í mínu besta standi og á þessari æfingu þarna í Egilshöllinni að þá ég er bara langsíðust í súgusettinu og ég bara skildi ekki hvað var að gerast ég bara nægi eiginlega ekki andanum og þú veist, ég er bara eftir markmönnunum í hlaupum sko. það var mikið sagt Nei, og þá er ég bara ok, það er eitthvað að en þú veist, aldrei grunaði mig þetta sko og að því ég var ekki komin inn í heilbrigðiskerfið þá var ég ekkert mikið að eldast við það að fara til lækna þarna, kostaði bara ég nætti ekki að fara að leggja út eitthvað mikið pening þarna fyrir því en var alltaf það voru landsliðsferðir þarna bara í febrúar, mars, apríl, mæ mikið af ferðum og ég hitt alltaf landsliðslæknin þar ég bara svona var alltaf einhvern veginn að ræða þetta við hann og hann sendi mig alls konar test og þú veist, astmapróf og hann sendi mig til hálsnef og eyrnalæknis og eitthvað svona, lét alltaf bara duga að hitta hann mánaðarlega og afþakkaði það sko að fara í myndatöku
þannig ég man ekki hvernig það var massið apríl eða eitthvað, því að það hefði kostað svo mikið á þessum tíma að fara í sneiðmyndatöku fyrir mig, sko. Já. Sem að maður hefði náttúrulega fengið allt tilbaka, það er ekki það, leið og kemst inn í kerfið, en þetta var svona. Það bara ekki alveg, já. Nei, og maður bara eitthvað, ég bara tók þess ekki alvarlega, skilurðu, þetta var svona, þú ert líka bara kannski 23 ára. Já, þú ert bara, þið finnst þú bara að vera einhvern veginn ódælegur og þú veist, þetta er síðast svona því grunnar að krabba minn, þannig ég var ekkert eitthvað, og síðan kemur bara ekkert út úr þessum prófum og ég finn bara einhvern veginn það verður alltaf erfiðara og erfiðara að þú veist svona úthaldslega séð að æfa og ég man alveg eftir að fara til með svo Algarve þarna og bara og þú veist og mér varst ekkert ég fann alveg ég var svona pínu að ströggla stundum í leikjum sko þegar það var orðið langt liðað á leikina og því að það var í rauninni þannig að ef ég lyfti upp höndum líka þá poppaði þetta svo alveg út sko að þetta svona nánast lokaði öndunaveginum þú veist að ef ég til dæmis stóð bara ég man eftir einn æfingu með Val þar sem ég þar sem við vorum á lyftingaæfingu og ég átti að halda svona með þessum bolta frá hann haus og gera hnébir og svo bara eftir svona þú veist ég man ekki 15 sekundur eða eitthvað þá er ég bara eldrauð í framann og ég bara þú veist ég bara svona eins og þú verður að standa á höndum skilur bara svona einhvern hausinn að það er bara að springa og þetta Garða segir við mig bara, hvað er að gera, settu bolta niður bara, og já, og þá svona upp úr þessu fer ég svona, það er svona komið fullt af einhverjum svona skrýtnum hlutum sem að ég var svona farin að alveg að leiða hugana því bara, það er eitthvað í gangi og það er svona síðasta eiginlega svona, hvað maður segja, hálmstráð eða hvað er sem að fær mig til þess að þú veist segja bara ok, ég þarf að fara í einhverja rannsóknir eða eitthvað það var bara, ég var komið bilan kláða bara í lófana og undir iljarnar og bara, þú veist mann eftir fyrsta, eða einhverju fyrstu leikjónum á tímabilinu hann með Val að þá erum við að keyra norður og ég hef bara alla rútuferðina bara, þú veist, bara á táslunum bara að klóra mér í iljónum, bara mér klæja svo sjúklega mikið og já, minningu að líka að vera með landsliðinu út í Sviss þarna og bara sama, þú veist, ég var bara einhvern veginn að urlast bara af kláða bara einhverjum rútuferðum og eitthvað og Er það það er einkenni sko Það er einkenni, ok Það er einkenni allavega fyrir þennan krabba Já og já og þarna held ég þetta er í svona lok mæ eitthvað svoleiðis þá fer ég bara eitt kvöldi bara til mömmu og ég segi við hana bara, þú veist, annarkost er ég orðin bara eitthvað klikkuð, þú veist, það er eitthvað að í hausnum á mér eða það er eitthvað að mér og bara komið svona fullt af einhverjum litlum einkennum og bara mér var farið bara svona að líða einhvern veginn bara illa í ein skinni líkamlega og þá förum við, já, mamma fer bara með mig þarna eitthvað föstudags eftirmiðdaginn bara upp á læknavakt og hittum lækni þar og þar fer bara síðan í gang í rauninni svona greiningaprocessin sjálfur sko og læknin sem við hittum þar hún spottar eitthvað og sendi mig í ómskoðun þar sem að bara já tekin í ómskoðun á hálsinum nýr á Dómus og tekin sýnataka þess að átt að reyna að stinga farið með svona nál alveg djúpt inn í eitlana og það náðist ekki sýni þannig að þá fer ég í uppskurð í kjölfarið og og teki sýni og þá sem sagt fæ ég greininguna ég sé með Hodgkins krabbaminn á 3. stigi 3B held ég að veit Sko ég get sagt eitthvað dagsetning þetta var Já það, ertu með þetta í Já, þegar við vorum að spjalla þegar við vorum alltaf að vorum að ræða þetta eitthvað en þú ferð þá til þú fer í sýnatöku örugglega 1. eða 2. júní sko Já, einmitt og þú veist sé ég eitthvað hóstakirtill og Já, það var einmitt svona vonin að þetta væri bara einhver hóstakirtill sem að á að síðan þetta er eitthvað sem er í börnum og held ég Já, þú ert að segja eitthvað svoleiðis sko má ég lesa Já, ég gera Þú segir ef þetta er bara innan gæsalappa æxli í hóstakirtli þá verður það bara skorið burt en ef þetta er eitlakrabbamein þá tekur sennilega við lyfjameðferð þannig að þetta nýtti bara að fatta þetta sko og einmitt svo ferði í aðgerð og
og segir hérna, læknir sagði samt þegar hann var komin inn og sá eittlana, þá litið þetta út fyrir að vera Hodgkins krabbameinið. Ég fæ samt að heyri hann á morgun þegar það er búið að greina sýnið sem hann tók. En hérna, ég nefnilega, út af þú varst að tala með að lyfta höndunum eitthvað, ég man eftir okkur með svona lítil handlóð fyrir fram á speilin og þú fórst úr topp, þú fórst hvítum topp og varst að lyfta svona axlaliftið og þá sáum við svona húp, eitthvað þú veist. Og við vorum bara alveg bara, já, þetta er mjög skrítið já, jú, þú veist, þið heldur eftir að láta að kíkja á þetta og eitthvað svona. Það er alveg bilað að hugsa til þess núna þegar ég skoða myndir sko, frá þessum tíma, því á einhverja myndir sem ég er einmitt að gera svona og það bara, þú veist, ég er bara eins og bara kraftliftingamaður og styrum sko. Einmitt, að hérna, það er úrslega einhvern veginn fórhægt að hugsa til þess núna að maður hafi ekki gert eitthvað í þessu fyrr sko, að því að þú veist, ég teka fyrst eftir þessi í febrúar, ég fæ greiningun í byrjun júní sko. Þannig að hérna, og þegar ég sé myndir að mig núna frá þessum tíma, þú veist, það sést ekki viðbeinin á mér sko. Að, hérna, en það var æxlið þegar þetta greinist orðið sko 14 cm í þvermál, rosalega, þú veist, í miðmætinu einhvern veginn og allt farið að, þú veist, hliðir öllu til sko. Já, og þú segir sko, má ég halda áfram aðeins? Já. Þú segir hérna, læknirinn sló mig svolítið niður í gær þegar ég var að tala næstu leiki og landsleiki, ég mettar náttúrulega svo mikill. Hann sagði að ég mætti búast við að vera frá í nokkra mánu og þetta yrði ekki besta fótboltasumari mitt. Ég var einhvern veginn búin að ákveða í haustnum að ég myndi bara harka af mér, en ég mun allavega vilja æfa eins mikið og líka með mögulega leifir ef til þess kemur að ég þurfa að draga mig úr boltanum. Og einmitt. Hvaða dagsetning er þetta? Þetta er, ég greinilega klippti það út. Ég er ekki með það hérna. Já, þetta, ég gæti trúa að þetta sé eftir ég talaði við sem sagt síðan krabbameinslæknin minn sem ég, sá sem var með mér í genið liðameðferðina, það var ekki sá sem sá sami og skar mig, af því að hann var svo jákvæður sko, hann var bara já, þetta er bara smá hérna liðameðferð og svo er þetta búið, þannig að fyrstu viðbröðin mínu voru bara eitthvað, ok, snill, þá klára ég tímabilið og svo tek ég hérna meðferðina í október, nóvember, desember og er bara komin á fullt í janúar og þá er ég bara, get farið með hérna landsliðinu eftir hann út bara svona, það var þetta enga veginn þannig sko. Nei, en fyndið að þú segir þetta því að þú segir hérna eitthvað, ég held sko ég geti verið með þetta, ef þetta er Hodgkins þá hlýti ég að geta fengið að klára þetta eina landslýsverkefni fyrst. Já. Mér langar rosalega að fá að klára þessa leiki, það myndi muna mér rosalega miklu að fá að taka þessa og svo draga mig út. Já. Og eitthvað. Þetta var hérna, ég mani þessu, þetta var svona doubleheader, þetta var leikur úti á móti Danmörku og heima á móti Möltu eitthvað að mér minnir. Já. Og ég fekk sem sagt að fara, ég man eftir bara spjallinu mínu við Frey, hann kom á leikarn, við vorum að spila mútið Stjörninni í deildinni og hann kemur að horfa leikinu og svo bara förum við bara í göngutúrana í Garðabænum bara eins að spjallum þetta og hérna, þá var ég bara að fá greininguna átt eftir að segja fólki frá þessu og svona og hérna, og við spjallum þetta og við bara ákvæðum að þú veist að hann var búin að velja hópin hérna og ég var í hópnum og hérna, já, við bara spjallum þetta og ákveðum að ég kem með út til Danmerkur en svo voru það eiginlega bara skilabóðan frá lækninum og ég yrði að því að þarna á þessum tíma var ekki til PET-skanni hérna á Íslandi. Nei. Þannig að allir hérna krabbameinssjúklingar sem þurftu að fara í jáandaskanna fóru til Danmerkur. Er það ekki, það er til núna hérna heima? Já, okay. Íslensk erfðagreining gaf hérna alveg rétt, fyrir nokkrum árum. Einmitt. Já, þannig að ég fer með út í verkefnið og svo er ég bara verði eftir í Danmörku þegar þær fara heim og hérna Já, mamma kemur út til mín. En þetta er svolítið hratt ferli og þú spurðir hvenær er dagsningin, ég sé þú veist að ég gerði bara screenshotið úr að þetta er fyrir 16. júní. Já, einmitt. Sem að þú veist, þú ert að fatta þetta og ert að eitthvað lyfjagjöfina og eitthvað og svo þegar við tölum saman 7. júlí þá ertu búin að fara 2 sinnum sýnist mér. Já, akkurat. Já, það passar. Þetta bara, þú veist, bara einu mánuði þá ertu bara komið með greininguna og þú ert bara byrjuð. Byrjuð meðferð. Ég byrjaði þarna 20. júní í meðferðinni. Og já, einmitt, ég fór alltaf á 2 vikna fresti. Annað hvert föstudag. Og já, þetta var í heildina, þetta 6 mánuður. Ég held að þetta hafi átt að vera tæpir 7. Já. Það er eitthvað rúmir 6, 8 ára tæpi 7 en ég fekk að sleppa síðustu 2 skiptunum af því að það leit allt vel út og ég var eiginlega bara búin á því sko. Já, en þetta var einhvern veginn þannig að þú fóst í minningunni hjá mér, þá minnir mig að við æfðum og svo fóstu daginn eftir eða sama dag í meðferðina og þá vissur að það kemur svona cirka 5 dagar og svo varstu mætt aftur. Já, þú veist, þú bara
þú veist, bara þegar þú hefur náttúrulega verið íþróttakona þá þetta bara svona svolítið sem að heldur manni gangandi sko, en það var náttúrulega bara í einhvern x tíma. Já, þetta var eiginlega bara nákvæmlega svona, ég fór alltaf á föstudagsmótnum, annarkvæmt föstudag, í 4 tíma lyfjameðferð, bara niður á Landspítala, bara fer ég og bara vera að dæla í mig einhverjum 4 mismunandi lyfjum og svo var maður bara svolítið svona dagana eftir, þú veist, ég kom eiginlega bara heim og meðferð, þetta var eiginlega alltaf þannig, ég fór bara klukkan 8, var til 12, svo fórum við, mamma kom alltaf með mér og svo fórum við eitthvað og fengum okkur eitthvað að borða, svo fór ég bara heim og ég eiginlega bara krassaði, bara sofnaði og svaf eiginlega meira og minna bara alla helgina eftir þetta og þú veist, og það var alveg stundum að því ég misti ekki ég held ég hef ekki mist af æfingum fyrr en í september þegar ég veikist og þarf að leggjast inn en ég held að ég get sagt að ég hef ekki mist af æfingu þarna á meðan að þessu stóð og það var alveg stundum svolítið erfitt að þú veist, þegar maður var bara, maður langaði að sofna standandi sko, að rífa sig upp og fara á æfingu en á sama tíma var það samt bara það besta sem að ég hafði sko, var fótboltinn í gegnum þennan tíma, bara einhvern veginn að mæta og fá að gleyma því bara í smá stund að þú sért, skilurðu, í krabbameinssjúklingur sko, ertu að díla við þetta og bara, þú kemur bara á æfingu og þú veist, og það er engin eitthvað, þú veist, hlífa er bara þegar æfingin í byrjun sko, það er engin að, það er bara, þú ert bara inni í reyti ef að þú ert sko yngst og það er alveg samhátt með krabbamein sko. En hvernig fannst þið svona, þú veist, hugafærið þitt og bara svona mental staðan á þér, bara þú veist svona í gegnum þetta og svona í byrjun mjög góð, þú veist, bara meðan á þessu öllu stóð og og ég held að ég náttúrulega bara grætt þvílít á því að hafa verið þú veist, í afreks íþróttamennsku á þessum tíma og bara í hörku formi þegar ég greinist og fór alveg svolítið langt á því bara leið alveg vel fyrstu mánuðina meðan ég var í lyfjameðferðinni, ég kláraði næstum því tímabilið, ég spilaði bara alla leiki, ég mætti á allar æfingar alveg þangað til ég byrja í 20. júní í meðferðinni og það held ég fyrst Þú spilaði 15 og 18. 15 og 18, akkurat, einmitt. Ég missi af þarna í lokin. Misti reyndar af einni æfingu, held ég, þegar ég var í skannanum. Ég fór alltaf á 8 vegna fresti út til Danmerkur í skannan. En já, þarna í september þá veikist ég og bara því að ónæmiskerfið náttúrulega bara ekkert, sko. Nei. Bara þurfti að leggjast inn bara með einhverja pest í einhverja nokkra daga. En það var svona kannski, held ég, fyrst í svona ágúst sem ég man eftir að hafa fundið í leikjum bara svona ok, þetta að verða aðeins þyngra en það var þú veist, en á sama tíma svona fyrst til að byrja með það því að ég svaraði lyfjameðferðinni alveg rosalega vel og bara æxlið byrjaði að bráðna bara hratt sko tala 14 cm æxli, það alveg heldur stórt en og þegar það byrjaði einhvern veginn að bráðna þá svona á sama tíma fann ég öndunarveginn skilurðu opnast og svona þannig að þetta svona örugglega til að byrja með var þetta jöfnuðist svona áhrifin svolítið út, þú veist, áhrifin af lyfjameðferðinni sem einhvern veginn, þú veist, bara allt var miklu erfiðara líkamlega, en á sama tíma einhvern veginn að fá, sko, þolið svona smá tilbaka á móti. Get nice. Já, einmitt. Svo í ágúst, þá man ég svona eftir að, þú veist, man eftir einhverjum leik í Kaplakrikjánum þar sem ég var svona, og kannski 70. mínútu var svona, ok, nú er ég farin að finna þessi lyfjameðferð aðeins fann að rífa í og þannig ég bara, þú veist, bara búin að raka mér hárið eða þú veist, hárið farið að, ég rakaði það til byrjun ágúst, það var farið að detta svo mikið og svona maður farin að líta meira út eins og sjúklingur sko, og alveg fram í, eða þú veist, og svona inn í september þá var maður komið með svona svolítið sjúklinga útlitt og september þá svona eiginlega dett ég út úr æfingum að einhverju viti eða þú veist. Varst alltaf í byrjunarliðinu? Já, ég var alltaf. Það hlýtur að hafa gert mikið fyrir þig. Já, alveg klárlega sko og þú veist og þetta var náttúrulega líka bara þú veist það sem hélt mér einhvern veginn eða þetta var bara í lífi mínu var þetta bara helsta mín helsta ást sko og bara og allt einhvern veginn sem ég gerði var einhvern veginn með fótboltamarkmið skiluru, stefna mín var alltaf bara fótbolti á þessum tíma og bara þú veist
já, það eru spurt mig á þessum tíma hvernig feril, þú veist, ég vildi eiga þegar ég myndi hætti fótbolta og horfa tilbaka, þú veist, þá var það bara það, ég ætlaði bara að vera hérna landslískvín og með einhver hérna grilljón titla, þú veist, það var alltaf bara fótboltinn var hérna Já. bara, Það var markmiðið. það var bara markmiðið. Já. En hvernig að vera, þú veist, þegar þú fannst þarna, þú ert alveg, þú veist að leiðinni að fara að toppa ferilinn, eða þú veist, þú ert bara að klifra og það bara gengur geðveikt vel og svo kemur þetta. Þú veist, hvernig leiði með þetta? Á þessum tíma þá, þú veist, þú ert einhvern veginn bara stattur inn í þessu verkefni og, þú veist, og ég fekk alveg gífurlegan stuðning, bara bæði, þú veist, bara frá öllum einhvern veginn í kringum mig, bara hérna, þú veist, fótboltasamfélaginu og það var ekkert bara að tala um bara liðið mitt eða liðsfélag, þú veist, sem voru alltaf bara þvílíkur stuðningur, þú veist, þjálfarar, þú, bara allir einhvern veginn, bara svona netið mitt, líka bara stuðningur, þú veist, þá bara fullt af bara ókunnum fólki að senda mig skilaboð bara og hérna peppa mann áfram og einhvern veginn og ég, þú veist, ég átti mjög í minningunni auðvelt með þetta andlega meðan ég var í meðferðinni, en það var svona, mér fannst höggið ekki koma fyrr en svona kannski ári setna, eitthvað svoleiðis, eða þú veist, tímabilið eftir var miklu erfiðara heldur en tímabilið á meðan. Já, því þá ertu alveg fulla krafti og þú veist, ég held meðan ég var í þessu, þá var ég einmitt bara, þú veist, þá ertu líka bara í þessu verkefni og það er einhvern veginn bara meðbyrinn er mikill og hérna, þú ert bara í, þú veist, hérna auga stormsins einhvern veginn að bara, þú veist, takast á við þetta og svo og kannski erfiðasta í þessu, þú veist, árið eftir var bara einhvern veginn mínar væntingar og það bara eins og ég var búin að sjá þetta fyrir mér var bara svo allt annað en raunveruleikin, þú veist, ég einhvern veginn var bara pínu naív gagnvart því sem að tæki við, sko. Þú veist, segðu mig frá því. Svona, kannski bara svona í ofanalag þá fæ ég, greinist ég með blóðtappa. Já. Þannig að ég fæ blóðtappa í lyfjabrunn. Ég fekk lyfjabrunn sem sagt maður er alltaf að hoppa úr einu í annað, hérna, ég byrja semst í meðfinni 20. júní, ég fæ ekki lyfjabrunni fyrir inn í lok október, bara þegar tímabili búið, af því að ég vildi ekki fá lyfjabrunn, af því að annars gæti ég ekki sko spila fótbolta, ég mátti ekki fá skilur högg á brunnin, hann er settur í bringuna þér og þú veist það stóð alveg svona út sko. Þetta var í skilabóðunum einmitt, ég vildi ekki fá brunnin af því að þá gæti ekki bíða með eins og gast sko. Ég vildi bara að hann er settur í þegar tímabilið væri búið og fyrir vikið og þú veist þetta eru svona rosalega ertandi lyf fyrir æðarnar og hérna og ég finna alveg ennþá fyrir því í dag sko, ég er alltaf með bara ískaldar hendur og fæ svona það heitir Raynaud syndrom, það er svona pínu skemmdar æðarnar í höndunum að því það var alltaf verið að setja bara veist, nálar í hendurnar og maður fá lyfin þar í gegn sko. Ég man alveg eftir þú veist eitt lyfið var alveg bara, veist, mann, bara svona, ég fann bara hvernig það fór upp í gegnum framhaldsleikinn og upp í upphaldsleikinn og þú veist bara svona sveið sko alveg að hérna já sko ég held þú sért að fá lyfjabrunnin ef ég á að fara að sé þetta er það óþægilegt að ég sé eitthvað flett í gegnum er þetta í lagi? Nei, góðlega ok, þá sko 23. september að hérna þá segiru eitthvað ég hlakka til að mæta aftur lyfjameðferðin fann að taka svolítið meira orku frá mér þannig að það eru hvíldadagar þá nýti ég botn, fótboltinn er búinn hjá mér, einn leikur eftir í deildinni hann er á laugardaginn og ég er að fara að fá lyfjabrunn og fara í lyfjagjöf daginn eftir, þannig að ég missi af leiknum og ég spyr eitthvað svona lyfjabrunn hvernig virka það og eitthvað, þá segir þú eitthvað líka hérna, ég fæ svo takmark orðið út af fótboltaæfingu því allt sem tengist hlaupaþóli sprengi mig strax, þannig ég get ekki nýtt æfingunni að taka almennilega á. Vil freka bara að geta lyft og brent öðruvísi og já, ég átti að fá brunnin þegar ég byrjaði en hann var staðsettur á brjóskassanum undir húð og fyrst ég gæti spila þá frestaði ég að fá hann því að getur verið hættilegt að fá högg á hann og svo kemur hérna en það er löngu komin tíma á hann, allar æðar eru orðnar svo þreyttar og illfinnalegar og ég veiktist á laugardaginn og var að koma heim á spítalanum fyrir hálftíma, ég var stungin 20 sinnum fyrsta sólarhringinn sem ég var inni því það gekk svo illa að finna æðar til að setja upp legg og taka blóð og svo segir hérna olbóabótin er í hakki núna og það var blóðtappin eða
Nei, þetta var bara því að æðarnar voru svo ógíslega illa farnar eftir lyfjagjöfuna Já. og þetta var alveg svona í einhver ára eftir sko, þú veist að því svo maður alltaf fyrir blóðpröfu í eftirliti og svona Já. og það gat bara tekið ógeðslega langan tíma að ná blóðu úr mér að því að þú veist, þá stundum einhver tíma bara tekið úr ristin á mér sko því að Já, bara leita að. já, því bara það var allar svo illa farnar eftir þessi lyf Já. en blóðtappan fæ ég sem sagt bara í lok bara í rauninni, ég er búin í meðferðinni þá fæ ég bara, kemur bara tappi í brunnin, bara svona stípla Já. og hann finnst ekki strax, þetta er bara undir lok árs og ég fer bara nýra á bráðamóttöku og þú veist að því bara höndin á mig bara ógeðslega þrútin og bólgin og einhvern veginn og bara mér leið illa í höndinni og og ég bara send heim, hann finnst ekki þú veist, það finnst ekki tappi, finnst ekki það og síðan bara versnar og þú veist að höndin á mig bara og svona orðin ógeðslega blá og þrútin og stór og þarna einhverjum rúmum 2-3 vikum setna að þá fer ég aftur nýra á bráðamóttöku og þá finnst tappin í brunninum sko og þá var hann bara rifin út og og ég sett á blóðþynningalyf og mátti ekki byrja að æfa fótbolta ég sést að með liðinu, þú veist, ég mátti náttúrulega bara ég var bara hlaupa og lyfta og sjálfa æfa með eitthvað, ég mátti ekki fá henni högg á meðan ég var á þessum blóðþynningalyfum þannig að það líka var svona strax bara að því ég hafði séð fyrir mig bara ok, ég klára liðameðferðina inn í loka árs svo verð ég bara komin á Algarve með landsliðinu í febrúar mars og þarna var einhvern veginn hausinn minn alltaf og ég var einhvern veginn bara hlustaði ekki á líka ég veist læknir minn og hafði sagt bara já þú veist þú mátt alveg gera ráð fyrir að taka alveg 6-12 mánuði bara fyrir líkamann að jafna sig eftir þetta og ég var bara svona já við vinnum ég er mist já einmitt bara þú veist ég æfi bara og þá jafnar hann sig og síðan kemur þetta setback með lyfjabrunninni, ég er ekki eins og byrjað að æfa með val sko, þú veist, fyrir henni bara apríl, eitthvað svoleiðis ég tek, og þannig að þá voru, þú veist, strax svona undirbúningstímabilið farið, svona gott sem og náttúrulega fullt af landslýsverkefnum og svona og ég er bara svolítið dottin út á mixinu á þessum tímabóti, svo byrjaði ég að æfa með val og við erum með rosalega breytt lið á þessum tíma allar svona þessar helstu gömlu valsarar voru bara farnar í önnu lið eða farnar erlendis eða eitthvað og við erum með við erum bara ekki með neitt sérstaklega sterkt lið á þessum tíma ég er fyrirlið liðsins og ég bara þú veist, ég finn bara að líka minn er bara svo engan veginn eins og hann var og þekkir hann bara ekki alveg ég þekki hann bara ekki og mér fannst ég bara skuggina sjálfur mér og þetta tímabil og ég bara, þú veist, mér finnst bara allt ógeðslega ég man bara eftir, þú veist, verið bara í drillum í uppbytun og ég er bara en love mode, þú veist, bara í einhverjum stiga æfingum og þú veist, æfinginni var alltaf byrjuð, sko og þetta fannst mér bara, þetta fór ógeðslega í taugarnar á mér og ég fannst þetta bara sjúklega pirrandi, ég vissi ekki hvernig ég ætti að díla við þetta og bara, og ég var ástæðan fyrir ég fekk líka að sleppa 2 af þessum síðustu lyfjagjöfum var að því að eitt lyfið var sem sagt, þá búið að segja mér það að það gæti haft langvarandi áhrif á lungun. Já, ok. Það var svona lungna skemmandi, sko. Og ég var alltaf svo hrædd við þetta og ég var alltaf bara svona, þú veist, bara það mun hafa svo mikil áhrif á mig í fótbolta. Já. Og þess vegna bara baðst ég undan því bara, þú veist, ef það væri möguleiki að fá að sleppa þessum síðustu 2, þú veist, að þá væri ég bara mjög til í það og og þú veist, fór í mynd og það leit allt vel út og fekk að sleppa það en þarna var ég farin að hafa svo miklar áhyggjur að því bara ok, lungun á mér eru bara ónýtt eftir þetta og bara leið bara eins og skuggar maður sjálfur mér og þetta tímabil líður og bara okkur gengur bara ekki vel og þú veist, við heldum við enda í 7. sæti eða eitthvað mér fannst ég bara ógeðslega léleg og bara, mér fannst ég bregðast liðinu ég var svona einna reynslumestu leikmönnum þarna í liðinu okkar fyrir liðin og ég, svona, fannst ég að svona fara fyrir liðinu fannst ég bara ekki gera það vel og þetta fannst mér bara svona langerfiðasta í öllu ferlinu var þetta svona andlega langerfiðasti tíminn og og ég man bara eftir þetta tímabil að þá bara ég fór í eitthvað svona fór í gegnum svona tímabila sem ég var bara í einhverju afneitun bara mér finnst ekki gaman í fótbolta lengur ég ætla bara að hætta í fótbolta, mér finnst þetta ekki gaman ég er bara skuggina sjálfur mér og ég vil ekki vera þú veist, ég vil ekki vera í fótbolta svona og ég bara í fyrsta sinna ferlinum fyrir utan náttúrulega því meðan ég var í meðferðinni bara tekið mig bara
alveg bara pásu frá fótbolta, ég bara svona eftir tímabili klárast þannig örugglega í september, október, og ég bara hætti fótbolta og var bara einhvern veginn að reyna að sannfæra mig að mér bara, þetta ekki gaman lengur og bara, þú bara réðst ekki við aðstæður. Ég bara réð ekki við aðstæðurnar og ég fór bara í fílu út í þetta og bara fílu út í lífið og bara eitthvað, Skiljanlega. Já, og bara Pottið allt mjög eðlilegt, sko. Já, örugglega og bara, þú veist, og hefði kannski eftir að hyggja verið betra fyrir mann að hlusta á læknin og vera meðvitaðari það sem þú veist, tæki við og það sem koma skildi eftir svona lyfjameðferð að þú veist, þetta væri engin dans á rósum og það væri eðlilegt að sýna sér smá mildi og vera bara og líka minn væri bara í svona svolítið hörku recovery, sko. En þarna ertu náttúrulega bara, þú veist, árið setna 24 ára. Já. Og þú veist, auðvitað á þessum tíma heldum við náttúrulega við vissum allt, sko. Já, nákvæmlega, smá þannig. En einmitt, ég ætla að spyrja, þú veist, langaði aldrei sem bara að hætta þegar þú varst í meðferðin og segja bara, ok, ég hætti fótbolta, eða var fótboltin eitthvað sem að dróði áfram? Fótboltin var alltaf bara, þú veist, ég var aldrei þar og þetta var bara, þú veist, þetta var ángríns það sem gaf bara lífið mínu tilgang, sko. Bara ég er að fara í þessa meðferð og það færi mér nær fótbolta. Já, og bara mér langaði aldrei, saman hversu þreytt ég var líka, þú veist, það langaði mig aldrei að sleppa æfingu af því þetta var bara það sem að þú veist, bara það sem gladdi mig á þessum tíma, sko. Var það félagskapurinn og bara líka bara að fá að gleyma sér einhvern veginn, þú veist, þú ert einhvern veginn í þessu, þú veist, alltaf með hugun við þetta bara svona ósjálfrátt tekur þetta bara svolítið yfir hausinn á þér, bara einhver svona heilsukvíði og bara og hvað, þú veist, hvað ef að lungu mín skemmast í þessu og þú veist, hvað gerist þá og þú veist, ef ég læknast síðan eða þegar ég læknast, ég var svo sem aldrei einhvern veginn hrædd við að deyja, sko. Og það var næsta spurning. Já, ég hugsaði það aldrei, en það sem ég var alltaf hrædd við var samt, sko, að því að þú veist, þegar þú greinist svona, þá ferðu bara að googla frá þér allt við og ég var alltaf að leita einhverjum sögum. Og ég var alltaf að leita einhverjum jákvæðum sögum, sko, veist, mér langaði ekki að lesa hitt, sko. Nei. Og ég var alltaf að reyna finna bara einhverjar sögur frá einhverjum sem hefði greinst með Hodgkins og og fá einhverjar reynslusögur og helst frá íþróttafólki og svona og já, þú veist, það verður þessi svona tekur algjörlega yfir hausinn, sérstaklega þessi heilsukvíði, hvað ef ég greinst aftur. Já. Þú veist, þegar ég læknast, af því ég hafði lesið fullt af sögum og það var svona sumar voru síðan bara, já, síðan kom þetta upp aftur. Já. 200 árum setna eða eitthvað. Og þá var þetta erfitt, skilur við. Það var alltaf svona, það var bara, þú veist, ef þú læknast og ert bara góð, þá ert eina heppnu. En ef þetta kemur aftur, þá vesen. Og þannig að það var alltaf, þú veist, þessi svona kvíði sem ég var einhvern veginn með í hausnum og svona árinu eftir. Já, árinu eftir og kemur alveg reglulega upp, sko. Já. En það að vera í fótboltanum, bara fara á æfingu eitthvað, tókst bara svona algjörlega gleyma mér einhvern veginn í því. Þannig að bara meðan ég var á æfingu, þá var ég bara fótboltastelpan mist aftur, skilur. Og það var ekkert að velta fyrir mér krabbameininu og líka kannski hjálpar að hinir voru bara líki fótbolta. Þau voru ekki bara eitthvað, við verum að leyfa að mista vinna eða nákvæmlega, það myndi bara fara í töðnar á manni, sko. Það var algjörlega, það er bara einhvern veginn það er svona eiginlega helsta sem einhvern veginn fékk mann til að gleyma því, þú veist, þegar þú hittir fólk og þú veist, auðvitað þetta er bara umhyggju, allir að spyrja einhvern veginn hvernig gengur og bara, og þú veist, og ég minn þótti óbærslega væntið það, ég bara taka það fram. En þú ert alltaf einhvern veginn þú ert alltaf einhvern veginn í þessu krabbameins sjúklings hlutverki. Ég er mist með krabbameini, sko. Og þú veist, bæði þegar ég hitti fólk og líka þegar ég bara ein með sjálfur mér, þá er ég bara að hugsa þetta. Þú veist, og þú ert alltaf einhvern veginn að pæla í framtíðinni og það er út frá þessu, skilur við. Fannst þér ekki þú sjá bara augnráðinu hjá fólki að þú ert mist með krabbamein? Jú, alveg 100% og sérstaklega eftir ég, þú veist, misti hárið, sko. Og þegar þú ert orðin svona sjúklingaleg og sérstaklega, þú veist, ef ég bara þegar ég var farin að missa augabrúnir og augnhár, sko, þú veist, þá ertu komin svo rosalegt sjúklingaútlit og ef ég málaði mig ekki, þú veist, ef ég bara teiknaði ekki á mig augabrúnir, sko, þá var fólk bara, oh my god, hvernig líður þér, bara, hún lítur greinilega hræðilega. Já, það er bara, þið líður svo illa núna og ég var kannski bara, nei, ég bara eiga mjög góðan dag, sko, en þú veist, þú bara útlitið einhvern veginn öskra svo á þig, sko, þú veist, þessi er veik. Þú var samt alltaf líka með húmor.
Þú varst Já, alveg svolítið að maður- gera grína að, þú veist, sjálfur Já. þér í þessu eitthvað þegar, þú veist, ég man eftir því, sko. maður verður að geta haldið í hann sko, en þú veist, þetta er náttúrulega bara En við erum kannski ekki búin að, þú veist, Hodgkins er eitla frumukrabbamein. já, Hvað getur þú sagt með meira um það í svona Þetta er- stuttumáli? þetta er krabbamein sem að greinist held ég oftast í ungu fólki Já, er það? eða oftar í ungu fólki og þetta er eitt af því fyrsta sem að læknir minn sagði við mig þegar hann hringdi í mig og tilkynnti mér að ég væri með krabbamein þá sagði hann sko ef þú ættir að velja þess krabbamein þá myndir þú velja þetta og mér fannst ógeðslega gott að heyra þetta Já. Að því að þú veist allt hitt sem hún heyrir í kjölfarið síðan byrjaði hann bara já þú getur orðið hérna já bara þú getur þurft að hætti fótbolta for good þú veist lungun getur orðið ónýtt þú getur orðið ófrjó þú getur þetta telur upp bara einhverju fullt af einhverju hræðilegum staðrendum Já. sem að þú veist geta gerst Já. en þurfa ekki að gerast Já. og í mínu tilfelli þú veist ég meina kannski eina svona sem situr eftir hjá mér er bara illa farnar æðar að ég held þú Já. veist að ég allavega tengi ekki við neitt annað svona einhver beintengsl en hérna og lífslíkur þú veist eins og þegar hann tilkynnti mér þetta sem var úkslega grilla sko, hann segir hérna ég minnir hann hafi sagt sko já það eftir hann búin að segja þetta þú veist þetta er krabbamein sem myndi velja þér sko að það eru 85% líkur að þú verður á lífi eftir 5 ár veist Vá, takk. já ég var líka bara eitthvað ok eitthvað þú veist þú varst að reyna að vera jákvæður þarna geðveikt bara ég var ekki já einmitt ég var svona meira að horfa að vera áttræð en þú veist ekki kannski 28 en bara geggjað þessi 85% líkur að ég verið lífið þá og hérna en já þetta er bara og sérstaklega svona núna á síðustu árum þá er lyfja meðferðin sem ég fer í er allt önnur eldur en ég hefði farið í ef ég hefði greinst 15-20 árum fyrir sko Já, og einmitt. bara Þannig að það voru komna framfærir. mikla framfærir og hérna ég fer í rauninni hefði ég greinst hérna í kringum aldamót þá hefði ég farið miklu harkalegri lyfjameðferð sem að hefði haft þú veist meiri aukaverkanir svona til framtíðar sko Já. þannig að já En ég man nefnilega ég er svo sem sagði áður við byrjum að taka upp, ég man nefnilega hvar við vorum þegar þú segir mér þetta og þá varst að segja, þú veist, þá varst greinlega nýbúin að fá símtali út að þú sagði þetta 85% og besta sem hún gæst þarna valið er og eitthvað svona sko og ég man að við sátum í appelsínugulu tröppunum í Kaplakrika og á leiðinni lyftið í klefan og sátum allt inni þar og ég man nefnilega, þú segir mér þetta og ég hugsaði, ok, þú veist, ég verða að vera sterk fyrir hana, en ég man samt þú varst að hugga mig. Já. Eitthvað svona, nei, þú veist, þetta er 85% eitthvað, ég er bara eitthvað, já, eitthvað bara, ok, Silja, þú veist, ertu töff, eitthvað svona, sko, þú veist, þannig að já, það var alveg svona eftirminnilegt, sko. Já, og þetta er, þú veist, svona var þetta eiginlega oftast þegar maður var að segja öðrum, sko, ég man bara þú veist, ég man hvað mamma mín átti ógeðslega erfitt með þetta og ég fæ alveg tár í augun Já, við erum bara grænja núna, sko ég alveg bara, ekki en þú segir þá mömmu þinni á foreldrar þínum, því þú fær náttúrulega símtali ég fæ símtali, sko, já, ég fæ símtali og þarna var náttúrulega þarna er ég búin að fara í sínatökuna og það er alveg vaknaður grunnur, þú veist, hann sá sem að skarmi eins og þú last upp í skilabóðanum á hann, ég er búin að gleyma þessu, hann hefði sagt þetta við mig að honum hefði svona þótt þetta líta út eins og Hodgkins krabbamein en síðan fæ ég símtali semst frá mínum krabbameinslækni sem að tekur síðan við af honum bara síðdegi á föstudegi 7. júní og þá hringir hann í mig og ég var ein heima á þessum tíma og þú veist, hann hringir og hann svona svolítið bara svona baunaði yfir mig öllu þessu þú veist, jú, bara líkonum og þetta væri, þú veist, ég ætti að velja mér þetta krabbameini, þetta velja mér ef ég hefði geta fengið val en svo bara allt þetta í kjölfarið bara allt þetta hræðilega skilur bara, og ég sat eftir bara eitthvað og hringi í mömmu og ég held ég hringdi í systur mína líka og þetta var svona svolítið, ég man alveg hvað mömmu bara þótti þetta ógeðslega erfitt og ég man alveg eftir að koma heim einhvern tímann einhvern daginn sko og hún situr bara við mataborðið bara grátandi skrítið að rauðbyrna tíma og ég fer strax í eitthvað svona
svona algjöran varnarham að þú veist, það er svo erfitt að sjá foreldra sína einhvern veginn. Það er alltaf leið. Já. Já, það er þetta, þeim var ég, vest er ég unni mest, sko, að ég manni þeirra, bara, hvað er að gráta? Svona, ógislega hranaleg og leiðileg, hún er bara, hvað meinaru? Og en þá fannst mér bara svo erfitt einhvern veginn, mér fannst bara erfitt að sjá hana eiga svona erfitt með þetta, svo bara hugsa maður núna, þú veist, ég á 2 börn í dag, skilur við, shit, hvað þetta er erfitt að horfa á barnið sitt í þessum aðstæðum, sko. Hrikalegt, sko. Og það er náttúrulega aldrei hægt að setja sig í neinn spor. Nei, aðstæður allra eru bara mismunandi. Algjörlega. Og ok, talandi það, var eitthvað svona sem fólk sagði sem fór í töðunar? Vá, mér rámar alveg í að það hafi verið eitthvað en svo, þú veist, manstu eftir einhverju sjálf, ég fennir yfir hjá mér. Já, ég nefnilega ég verður ekki að nefnda þig ef ég hef sagt af einhvern, sko. Já, en ég sko, þú veist, bara þegar ég hef upplifið bara mín áföll, sko, að, þú veist, þá missi ég manni minn, basfæði minn lést og ég var með fótbrotinn og eitthvað, þú veist, og var alltaf að hugsa bara, þú veist, eitthvað, og ég manni hugsaði nefnilega íþróttirnar, ef ég hefði ekki verið íþróttakona, að þá og ég hugsaði ennþá, hefði ég örugglega ekki komist í gegnum þetta, einhvern veginn, þú veist hvernig ég gerði það og eitthvað allt þetta, en fólk var svo ofta að segja við mig, það er bara lagt á þá sem þola þetta eða eitthvað, og ég var bara, ég var bara komið með sko bara nefan á loft sko, mér langaði að kýla einhvern og ég fæ alveg bara, þú veist, ef fólk segir þetta þá er ég bara eitthvað, bara þú veist, á ég þá bara allt þetta skil þú veist, því ég, þú veist, ég bara nei, bara ekki segja þetta. Ég mann eftir þessu setningu. Já, þú veist, það bara eitthvað, já, ok, takk, bara þú veist, er þetta bara, þú veist, það sem ég á að gera í lífinu út af því ég er svo dugleg. Já, einmitt, bara brengið og ég alla tíð að standa í einhverju svona. Nei, þú veist, maður svona, þú veist, já, og svo þegar maður er með búin að lendi áfalli og fólk lendir í áfalli, þá er maður svona geðveikt að spá, sko, nei, ég myndi ekki þora ef einhver myndi segja þetta, ég myndi vera ógeðslega pirruð, þú veist, ég er svona, maður þú veist, sýnir umhyggju en maður langar að vanda sig, sko. Einmitt, en svo er það líka, þú veist, einhvern veginn, sko, og það kom mér svo óvart hvað einhvern veginn allir sýndu mikla hluttekningu, sko, og mér þótti svo ógeðslega vænt það. Og þú bara veist, hvað sýndu að þið þóttu væntu þig? Já, og bara fólk sem ég þekki ekki neitt, sko, senda mér skilaboð og bara pepp og þú veist, eitthvað svona, já, það kom mér bara gæðið þetta óvart og ég man alveg, svona, ég hugsaði í þessu ferli bara, vá, hvað ég ætla að taka þetta til mín og og læra þessu og reyna að gera þetta sjálf, sko, þú veist, bara, að ég, þú veist, örugglega sjálf oft bara hugsa það meira heldur en að sýna það, skilur þegar maður var einhvern veginn, sá einhvern að vera gangi í gegnum eitthvað erfitt í sínu lífi og bara, þú veist, kannski hugsaði bara, vá, bara vel gert og ég vil bara langa mig að knúsa þig eitthvað svona og senda þér smá ást og kærleika, sko, en Gerur það? Ég geri það í dag, eftir þetta, skilur núna, að eða ég reyna að gera það, ég reyna að vera með það í dag, að þú veist, ekki bara hugsa það, heldur líka sína það, að ég man bara mér þótti vænti það sjálfur, sko. Einmitt. En finnst þér, þú veist, þetta ömulega áfall og lífsreynsla, þú veist, finnst þér þetta svona hafa breytt þér, þú veist, hugsaðir einhvern tímann bara, ok, ég á að læra eitthvað af þessu eða? Já, að þú veist, þetta breytti náttúrulega bara svo ógeðslega miklu í mínu lífi hvað fótboltan varðar, þú veist, og ég held að bara, þú veist, þetta er náttúrulega tímabilið og eins og þú veist að segja hann, ég var einhvern veginn bara svona að klífa og mér fannst ég bara, þarna var ég bara að upplifa mín svona fyrstu að mér fannst alvöru tækifæri með landsliðinu eftir að hafa verið í landsliðinu í einhver 3-4 ár, þú veist, fannst ég vera fyrst svona þarna að fá sénsinn og ég sá fyrir mér bara svona, hérna vinn ég mig inn og nú bara, nú er minn tími komin og nú negli ég minn landsliðsferil og eitthvað og síðan bara kemur þetta og ég dett bara einhvern veginn alveg út úr mixinu þarna, tímabilið eftir er bara eins og það er og ég bara, þú veist, einhvern veginn skuggina sjálfur mér og bara fannst ekki gaman, ég bara hætti í fótbolta, ég byrjaði ekki aftur fyrir en sko bara febrúar, mars eða eitthvað aðna árið eftir og þá er ég svona, þá er ég líka bara aðeins farin að finna, þú veist, ég hélt alveg að fara að hreyfa mig og skilur að æfa bara fyrir sjálfa mig
en ég aðeins farin að finna bara, ok, mér finnst ég svona líkara sjálfur mér, mér svona svo líka minn væri að koma tilbaka og þá svona fer ég einhvern veginn svona aðeins að mildast gagvart þessu, þessum rosalega mótþróa þar sem ég var bara eitthvað, finnst ég gaman í fótbolta, finnst það leðilegt og þjálfarinn minn á þessum tíma, Óli Brynjóls hefur samband og er bara að spyrja, viltu ekki koma æfingu, viltu ekki bara koma að prófa og og í februar, mars 2016 mæti ég aftur á æfingu með Val og þá er ég bara, þetta er ógeðslega gaman. Þetta er bara svona, já, bara svona fann að líða bara eins og sjálfur mér aftur og ég er bara svona já, og fer bara á fullu einhvern veginn inn í þetta aftur og ég náttúrulega hafði verið ekki æfa neitt fótbolta alveg einhverja mánuði alveg smá á eftir, skilurðu og tók alveg allt undirbúningstímabilið einhvern veginn að koma mér í stand aftur og var alveg örugglega eitthvað inn í tímabili líka að reyna að ná mér í ganga en og þannig erum við komið með það eru komnar fullt af góðum leikmönnum til Vals aftur, Margrét Lára komin, Elísa, Arna Sif og Sandra Sigurðar og við erum bara komið með rosalega geggjuð félagskapur geggjuð félagskapur, Dóra byrjar aftur og eftir að hafa hætt 2015 og þannig að já, bara gott lið og ógeðslega gaman og bara ég finn bara vóka gaman á einhverjum og það bara, þetta er nú er þetta bara komið í lag og 2016 tímabili, ég var alveg svona kannski smá stund að koma mér í gang og vinna minn í liðið og eitthvað en bara ógeðslega skemmtilegt tímabil og skemmtilegt lið og ég var alveg á landsliðsæfingar haustið og ég man ég var bara eitthvað, ok, bara back on track en svo bara byrjaði ég 2017 tímabilið að ég slíta crossband og þegar áfallin nú ekki búið sko. Já, og en já, hvað þú veist, krabban varðar og hvernig þetta breytti mér þá, þú veist, hefur þetta þú veist, þessi tími 2014, 15 og örugglega alveg svona helmingur 2016, þarna er bara þú veist, svolítið svona stór hluti af svona mínum kannski ekki prime árum en þú veist, þessum árum þar sem ég var svona ætlað að vera, fannst ég vera að komast inn í landsliðið það var ég bara einhvern veginn alveg dottinn út úr þessu og þetta breytir þeim kúrs svolítið mikið og síðan alltaf bara þessi meiðsli í kjölfarið, þú veist slíta crossband 17, 18 og 19 og þá einhvern veginn er ég bara svona sko 2017, 2018, 2019 það ekki? Jú, og svo aftur 22 en þarna 3 ári röð og þá er bara þessi landsliðsdraumur bara farin hvernig var, þú veist að sætta sig við það? Ógeðslega erfitt sko og en þú veist síðan bara svona síðustu árin mín í boltanum þú veist, já, þannig að 2019 þegar við vinnum Íslandsmeistaratitilinn aftur við vinnum síðan 21 aftur og 22 verðum við tvöfaldimeistarar það var bara svona að geta hætt á þessum nótum, jafnvel þótt ég hafi í rauninni hætt af því að þú veist, ég lendi í tæklingu þarna endi lok tímabils í einhverjum Evrópuleik 2022 og slít crossband í fjórðaskipti ég fór að gráta já, ég man bara ég grét mikið líka en þú veist ég gat samt einhvern veginn hætt þá og bara svolítið bara svona sæst við einhvern veginn hvernig ferillinn fór þó svo að þú veist og ég bara er að tárast þetta núna sko. Já, þú veist, þetta er sorgarferli við eigum drauma sko. Jesus maður, þú ert alveg að græta mig sorry, ég skal já, nei, en já, bara ég gat hætt einhvern veginn svona og sæst við það hvernig minn ferill fór og og þetta hefur, þú veist, spila krabbamenni alveg, einhvern þú veist, á það sinn þátt í því en ég held samt að það hefði kennt mér líka alveg mjög mikið, sko þú veist, sem mannesku og bara að ég veit ekki, ég veit ekki endilega hvort að ég myndi vilja breyta þessu í dag þú veist, öllu mínum ferli og öllu því, en þú veist örugglega ef ég hef ekki átt svona góð árundi lokin þá hefði ég pínu bara svona, fekk aldrei að upplifa þessa svona svona einhverja svona winning tíma í, þú veist, svona þetta tímabil sem að mér fannst eiginlega bara svona 19 til 22 vera bara verið mjög geggjuliði, ógeðslega gaman að gengur vel og bara ógeðslega gaman í fótbolta
og það einhvern veginn svona fær mig til að bara svona líða vel með að með ferilinn og þú veist, sættast við þetta en ég ekkert endilega viss sem ég myndi skipta þú veist, ef þú myndi segja mig bara þú getur bara hent út öllum áföllunum og öllu því fyrir bara, þú veist ég hefði bara geðveikan feril með landsliðinu og eitthvað svona ég ekkert viss að ég myndi endilega bara já, ég tæki það frekar að því að þetta samt bara líka svo mótandi þetta kennir mann svo mikið og þú veist og ég ekki mikið eitthvað svona mikil möntru kona en þú veist þetta everything happens for a reason þú veist, jú, örugglega bara eitthvað til í því líka bara, þú veist, varandi hvernig lífið þitt fer og eða þú veist, bara þú veist, ef ég hefði ekki greist með krabbamein og verið áfram í vala, þú veist, þá hefði ég mögulega ekki, þú veist, ég og konu mín ekki tekið saman og þú veist, þá ætti ég ekki þessa 2 stráka með henni í dag og æskilur, þú veist, það bara það alltaf margt í þessu og þú getur heldur ekkert verið eitthvað að velta þér upp úr því, hvað hefði getið orðið eða, þú veist, hvað ekki varð, því maður shit hvað lífið leðilegt ef maður alltaf að vera að lifa í einhverjum þannig baksinni spegli, sko. En hvað svona, þú sagðir, hvað krabbameini kenndi þér? Hvað fannst þér þú svona, þú veist, læra eitthvað svona sem að breytti þér? Alltaf fyrir að fyrsta, það sem ég var að nefna áðan með bara þessa hluttekningu, bara hvað, þú veist, hvað fólk, einhvern veginn gott í kringum hann, sko. Svona samkennd. Bara þessi samkennd og þú veist, og hvað það mikilvægt að sína þetta og bara, þú veist, gefa peppið þegar þú sér það einhver þarf að halda, sko. En já, en líka bara svo þetta samt svona fín lína, þú veist, manni finnst maður vera þessi, ódauðlegi ungi krakki sem ekkert getur snert og mann líður bara eins og ég mun ekki einu svona eldast, sko, ég er svo ung og fersk og með lífið framöndan en svo lendur ég einhverju svona og þú veist og þú hefur hennan svona baráttu anda og hennan kraft og allt það en svo kannski þarf maður líka kannski kendi mig pínu svona eftir á þetta högg sem að kemur miklu seinna það alltaf í lagi að líka hlusta á þú veist, síðan sem þessu raddirnar og bara já, sína sér smá mildi og þú veist og ekki alltaf að ég veit samt ekki hvort ég myndi endilega vilja ég var svo mikið alltaf bara ég get bara já ok, þú veist, þetta var eins og þetta í slít crossbody fyrsta skiptið, það fyrsta sem ég gerði var bara að googla fastest ACL recovery, bara eitthvað, ok, þessi gerði þetta á 6 mánuðum, þá get ég verið byrjað að spila í september, eitthvað, þú veist, eitthvað svona bilu trú á eigin getu og eitthvað ég sem ég gegja, þú veist, einu mínu tilfelli oft bara svona mjög óraunhæf og sem kannski svona kannski ekki endilega óraunhæf en þú tekur þú veist, eins og þarna þú veist, svo fyrstu blóðtappan í myndina og eitthvað, þú bara ekki, ok, heyrðu svo bara í mars þá er ég komið þangað þú veist, þannig að þú svona rammið þinn er kannski bara svolítið þröngur já, hann er mjög þröngur og einhvern veginn alltaf bara svona best case scenario og ég kannski svona já, ef ég ætti að gefa einhverjum ráð þú veist, sem að væri í sömu stöðu væri kannski líka, þú veist þetta er kannski bara væntingastjórnun þú veist, að líka svona pæli, þú veist, hvað er best case scenario rætist ekki þú veist, ekki vera þá þú veist, eins og mínu tilfelli bara þú veist, ég ætlaði að vera komin á Algarve, sko þú veist, í februar 2015 en ég er ekki eins og byrjað að æfa þú veist, fyrir í apríl, sko og þá er einhvern veginn bara, hvað þá þú veist, að hafa svona hafa kannski fleiri markmið draumamarkmið væri þetta en þú veist, líklega er þetta að þú veist og hafðu þolinmæðina fyrir því að það muni kannski ekki allt þú veist, smella nákvæmlega eins og þú vildir og það væri svona mín ráð til þú veist, að því að það muni örugglega einhverjir íþróttakrakkar í framtíðinni greinast með þetta krabbamein, sko já, bara með þau þá hafa sambandið þig þau með hafa sambandið mig, já, flott fyrir það nei, en hefur hitt einhverju, hafa einhverjir haft samband við þig sem að já, ég það var ekkert löngu eftir að ég kláraði meðferð og þá greindist einn sem að hún stelpa sem ég spilaði með í Val nú, ok já, og hún bara
ég hitti hana og spjallaði við hana og bara með mér og pappa og þú veist, hún rúlaði sínu verkefni upp og Fannst þér ekki gott að geta gefið af þér? Mér fannst að ég man bara hvað ég sjálf, mér vantaði svo að heyra sögu frá einhverjum sem hefði verið í íþróttum líka. Þú veist, ég fann alveg fullt af sögum, þú veist, fólk sem hefði greinst með Hodgkins, en það var aldrei sagan sem ég langaði að heyra, skilur. Þú veist, ég var alltaf að horfa á þetta út frá íþróttalegu hliðinni, skilur, út frá fótboltanum. Það var það sem skipti mig máli. Ég var alveg sama, skilur, þú veist, allt annað sem tengdist ekki einhvern veginn þolinu mínu eða hvernig fótboltinn myndi, hvaða áhrif þetta myndi hafa hann. En ég man ekki hvort við kláruðum með umræðan Hodgkins, en eitlakrammen, þú veist, þetta dreifði sig ekki. Þetta var komið, sko, þegar þetta greinist þá þetta á 3. stigi og ég held að þessi sortir af svona flokku A og B, þetta var 3. B hjá mér, þá var þetta sem sagt, það var 14 cm æxli sem í miðmætinu og svona í kringum hjartað og var farið að, þú veist, þrýsta öllu, ég var komið með bara svona einhverja klessu bara úti við hólhöndina einhvern veginn sem svona áttaði mig líka á, þú veist, þegar ég var svona ekki búin að greinast en það væri eitthvað skrítið, sko, og þú veist, eitlarnir farið að standa út og það var bara að fara að hliður öllu og svo voru komnar þess að krabbameinsfrumur í miltað, það var ekki komið æxli þangað. En það sem sagt, þetta komið niður fyrir þynd, minnum mig að sé skilgreiningin og þá þetta orðið 3. stigs. Og eru komnar einhverjar í miltað en já, og þetta sem sagt þannig krabbamein að það var ekki hægt að skera þetta. Nei. Og eina skurðargerðin sem ég fór í, ég var í rauninni bara sýnatakana hana. Og svo var þetta bara, 6-7 mánaða lyfjameðferð sem að tók við. Ok. En lífið gott í dag? Lífið mjög gott í dag og bara geti ekki verið hamingjusamari, sko. Hvað, þið Dóra María, þið 2 strákasæðri? Eins og 3 ára. Já. Og bara algjörir snillingar og halda manni vel uppteknum, bara yndislegir drengir, sko. Finnst þér bara þú veist íþróttabakgrunnurinn og bara þessi lífsreynsla, horfir öðruvísi á framtíðina? Já, alveg pottið, sko. Þú veist, og og þetta nokkur sem búin að nefna þennan ódauðleika, sko, þú veist, maður svona upplifir lífið öðruvís í dag og þessi heilsukvíði eins og ég var að nefna á hann, þú veist, hann kemur alveg, sko, þetta er samt óslega skrítið því að svo oft þess á milli, þá ég bara, mér finnst ég aftur vera bara jafn ódauðleg, sko, og bara pæli ekki í því og bara, finnst ég bara, muni bara, ég sé bara Superman og muni lifa forever, sko, en svo kemur bara þú veist, svo fæ ég bara hálsbólgu og smá eitlastekun og ég bara komin alla leið í hausnum, sko, bara shit, þetta komið aftur og bara, og Er það ekki bara mjög eðlilegt? Ég held að sé mjög eðlilegt þegar þú hefur greinst með einhvern svona sjúkdóm að það er einhvern veginn, þú veist, það svona minnsta getur alveg triggerað þig og þannig að maður svona, maður pælir aðeins í framtíðinni líka að koma svona árunni vel fyrir borð. Já. Pabbi minnst að alltaf safna minningum, ekki peningum. Nákvæmlega, það eru mjög góð orð. Já, þannig að ég bara strákaði mig langar að fara til Miami. Já. Förum. Já. Bara gerum eitthvað. Þannig að það er frábær mantra. Maður veit aldrei. En einhver loka orð? Nei, bara takk fyrir mig. Ég hef aldrei rætt þetta svona opinskátt, opinberlega og það er líka alveg ákveðin þerapía í því að rifja upp þessa tíma, sko. Þannig að bara, og takk fyrir þig og þinn stuðning á þessum tíma. Nú fekk ég bara tár í augun. Herrum, allavega við að fara að enda þetta grænjandi. Herrum, bara takk fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Það er ekki mjög vænt. Sumulegis. Takk. Ég er svo mikið vælukjóð, sko. Ég er alveg, hissa ég hafa ekki vælt meira í þessu þátti, sko. Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag. Gleðin með Silju Úlfars.